Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja. Hann haldinn hér í Ráðhúsinu miðvikudaginn 11. mars 2026 og hefst núna klukkan 14. Þetta fundur númer 1624. Áður við göngum til dagskrár ber ég hér upp tillögu að tekin verði inn á þennan fund með afbrigðum fundargerð bæjarráðs frá fundi 3256 sem haldinn var í dag. Orðið laust þessa tillögu, enginn kveður sér hljóðs og þá greiðum við atkvæði þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þetta, gjöru svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Á dagskrá þessa fundar eru þá 8 mál, þau eru þessi: 1. Ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025, 2. Umræða samgöngumál, 3. Menningarstefna Vestmannaeyjabæjar, 4. Kosning í ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar, 5. Bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3255, 6. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur 436, 7. Framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja fundur 332 og þá 8. Bæjarráð fundur 3256 sem við vorum að taka inn hér með afbrigðum. Og þá tökum við fyrir fyrsta dagskrármálið, ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025. Fyrri umræða. Ég minni bæjarfulltrúa á að það ótakmarkaður ræðutími undir þessum lið en þó má halda einungis 2 ræður eins og venjulega. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025 lagður fram tilbúinn til endurskoðunar og tekið til fyrri umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja í dag. En fyrir liggur samþykki bæjarráðs og bæjarstjóra á ársreikningnum frá því fyrir í dag. Samkvæmt 3. og 4. málsgrein 61. greinar sveitarstjórnarlaga skal fjalla ársreikninginn á 2 fundum í bæjarstjórn. Endurskoðendur sveitarfélagsins fóru yfir ársreikninginn í morgun í bæjarráði og var öllum bæjarfulltrúum boðið á fundinn undir þeim lið. Stefnt að því að taka síðari umræðu ársreikninginn þann 25. mars næstkomandi. Rekstrarafkoma sveitarfélagsins fyrir árið 2025 var jákvæð rúmar 781 milljón samkvæmt samstæðureikningi sveitarfélagsins eða tæplega 340 milljónum meira en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2025. Þetta besta afkoma Vestmannaeyjabæjar frá árinu 2010 eða í 15 ár. Rekstrarniðurstaða A-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð 536 milljónir samanborið við 426 árið 2024. Rekstrarniðurstaða A-hluta í heildina var jákvæð 296 milljónir. Eftirfarandi liðir hafa hvað mestan áhrif á mismunum fjárhagsáætlun á rekstrarstöðu A-hlutans. Útsvarið 344 milljónum umfram áætlun, aðrar tekjur voru 168 milljónir umfram áætlun, laun voru 248 milljónir umfram áætlun og þar voru veikindalaun 147 milljónir. En auðvitað það líka lífeyrisskuldbindingin sem ég fjalla aðeins betur hér á eftir sem hefur alltaf gríðarleg áhrif á reikninginn og hún var 270 milljónir umfram áætlun og þetta auðvitað stærð sem við fáum bara afhenta alltaf rétt fyrir ársreikning. Í samstæðinu sem eru tekjur bæjarsjóðs vegna útsvars og fasteignaskatta 346 milljónum hærri en áætlaðir voru í fjárhagsáætlun. Framlögin úr jöfnunarsjóði eru 31 milljón króna hærri og aðrar tekjur samstæðu eru 590 milljón króna hærri. Á móti kemur á launakostnaður samstæðunar 305 milljón króna hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Skýringar á hærri launakostnaður einkum tvíþættir, annars vegar ekki áætlað fyrir veikindalaunum en þau voru námu 147 milljónum og laun, fræðslu og uppeldismála voru 128 milljónum umfram áætlun en gerðu var viðauki upp á 115 milljónir vegna kjarasamninga KÍ. Þá aftur að lífeyrisskuldbindingunni sem var, eins og áður segir, 260 milljónir umfram áætlun en annar rekstrakostnaður var bara á áætlun. Þannig að það bara nokkuð vel að verki staðið. Skatttekjur án jöfnunarsjóðs voru rúmar 4.637 milljónir og var það aukningum tæpar 406 á milli ára og skatttekjur án jöfnunarsjóðs, skatttekjurnar voru
346 milljónir umfram áætlun er það fyrst og fremst vegna útsvarstekna. Útsvarstekjur sveitarfélagsins eru ávallt varlega áætlað með hliðsjón af því að við búum í sjávarútvegs sveitarfélagi. Og árið 2025 var lítil loðnuveiði en það var þó fín makríll en það hafði jákvæð áhrif inn í tekjur sveitarfélagsins en við gerum ekki ráð fyrir tekjum af loðnu í áætlun sveitarfélagsins ár hvert. Ef við snúum okkur aðeins að jöfnunarsjóðnum þá var jöfnunarsjóður 1512 milljónir fyrir árið 2025 og voru tekjurnar 322 miljónum hærri en árið og undan og eins og við vitum væntanlega öll hér þá eru tekjur jöfnunarsjóðs endurspeglar tekjuaukningu ríkisins að þetta hlutfall af tekjum sem ríkið að fá sem kemur inn í jöfnunarsjóðinn. En framlögin voru 31 milljón króna hærri en áætlað hafði verið. En þetta muna mestu þá framlag vegna fatlaðs fólks í rauninni sem að varð breyting á. En auðvitað náttúrulega komin ný löggjöf í kringum jöfnunarsjóðinn og framlögin að breytast eins og ég hef farið yfir áður. Og það að hafa áhrif á okkur. Tekjurnar eru ofta að fara viðbóta framlög á 31 milljónir frekar lágt miðað við ofta áður. En aðrar tekjur en skatttekjur í samstæðu Vestmannaeyjabæjar að undanskildum millifærslum námu 4.580 en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir tekjum upp á 3.988 milljónir króna. Aðrar tekjur voru rúmum 593 milljónum hærri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Ef við snúum okkur að gjöldunum, þá eru laun og launatengd gjöld, þau námu 4.988 milljónum króna hjá samstæðunni og launakostnaður var 305 milljónir umfram fjárhagsáætlun en farið var í meginskýringarnar á því við upphafi framsögunar. Annar rekstrarkostnaður nam 3.852 milljónum hjá samstæðunni sem eins og ég áður hef farið yfir bara algjörlega á áætlun, muna 0,6%. Gjaldfærða lífeyrisskuldbindingin. Þá komum við að því að gjaldfærða lífeyrisskuldbindingin var áætluð 453 milljónir hjá samstæðunni en samkvæmt ársreikningnum nemur skuldbindingin 712 milljónum sem 260 milljónum yfir áætlun. Þessi mikla hækkun stafar helst af mikilli hækkun á vísitölu lífeyrisskuldbindingar fyrir opinbera starfsmenn sem hækkaði 11,7% á milli ára frá nóvember til nóvember. Þess má geta að hún hækkaði rúm 5% í fyrra. En vísitala lífeyrisskuldbindinga miðast við vísitölu fastra launa opinbera starfsmanna fyrir dagvinnu samkvæmt lögum lífeyrisréttindi ríkisstarfsmanna. En ef það að tala lífskúrfu sjóðsins þá hefur hún náð hámarki samkvæmt mati og ef það hefði ekki verið, ef við værum ekki farin að komin svona yfir hæstu kúrfuna, þá hefði hækkunin sem við hefðum fengið til viðbótar, matið á hækkun ársins, verið töluvert hærra. En ég held að sé vert að vekja athygli á því hér við bæjarfulltrúa að árið 2014 var lífeyrisskuldbinding Vestmannaeyjabæjar sem komin til vegna þess að á sínum tíma var ekki greitt inn í lífeyrissjóði til þess að safna fyrir skuldbindingunni, heldur voru þeir peningar sem komu inn frá starfsfólki í lífeyrissjóð, þeir voru notaðir í rekstur sveitarfélagsins og svo 94-98 minnir mig annarkvort þá var þetta stoppað og samið við brú og sjóðnum lokað en við þurfum auðvitað að standa við skuldbindingar sem liggja þar inni. Og 2014 voru þær 2,7 milljarðar, í ár eru þær 5,3 milljarðar. En þetta öðruvísi heldur en þegar þú ert að eiga við það sem sveitarfélög eru með skuldir við fjármálastofnanir. Þessar skuldbindingar munu hægt og rólega hverfa úr bókum sveitarfélagsins. Við munum auðvitað þurfa að greiða lífeyrisgreiðslur en það eru mjög litla líkur á því að við munum greiða 5,3 milljarðar. En það farið mjög vel yfir skuldbindinguna í skýringu 14. Fjármagnsliðir, netto fjármagnstekjur samstæðuna voru jákvæðar 71 milljón en það hafði verið gert ráð fyrir 84. En þá langar maður að fara yfir helstu frávik einstakra málaflokka. Og ef við byrjum á fræðslu og uppeldismálum, þá var rekstrarkostnaður þeirra 2.957 milljónir, sem eru 142 milljónum hærri kostnaður en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Stór hluti af því eru veikindalaun, eins og áður hefur verið farið yfir, eða 94 milljónir.
Gerður var viðauki til að mæta kjarasamningi KÍ og sambandsins upp á 115 milljónir. Málaflokkurinn fór 4,4% fram úr áætlun. Menningarmálin, rekstrarniðurstaða málaflokksins var 227 milljónir en áætlun gerði ráð fyrir 240 og málaflokkurinn 5,4% undir áætlun. Brunamál og almannavarnir, rekstrarniðurstaða málaflokksins var 73 milljónir króna en 8,8% undir áætlun. Rekstrarniðurstaða hreinlætismála var 25 milljónum undir áætlun eða 37% og skýrist það aðalega það sem við erum ekki lengur milligöngu aðili í rauninni í losun og sorpi. En rekstrarniðurstaða umferða og samgöngumála var 96 milljónir sem eða 29% undir og muna það mestu tekjur af gatnagerð, þær eru öðruvísi innheimtar, það eru hærra hlutfall innheimt í upphafi, þannig það hnikast aðeins til. Tekjurnar þess vegna voru þær hærra en gert var ráð fyrir, það var breyting á reglum hérna. Og svo það framlög til A- og B-hlutasjóða fyrirtækjanna á með 180 milljónum króna og það var 10 milljónum yfir því sem gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Framlög til þjónustumiðstöðvarna ná með 157 milljónum. 15 milljónum meiri en áætlað var og framlög til félagslegra íbúða ná með 23 milljónum sem voru 4 milljónum minna en gert var ráð fyrir. En rekstrarniðurstaða sameiginlegs kostnaðar, það er að segja kostnað af rekstri bæjarskrifstofa, bæjarstjórnar og bæjarstjórnar meðal annars nam 431 milljón sem 20 milljónur umfram áætlunu en þaraf eru laun að hafa hvað mest áhrif breytingar á launum sem 18 milljónir eða þetta þá 6,5% yfir áætlun en greiðslur vegna veikinda og launa hefur töluvert mikil áhrif inn í hækkunin á laununum. Þetta ekki ný stöðugildi. Ég er búin að fjalla breytingun á lífeyrisskuldbindingun og fjármagnsliðina. En ég ætla að snúa mér að B-hlutastofnunum og fyrirtækjum og öðrum rekstrareiningum sem eru að hálfu eða meirihluta í eigu sveitarfélagsins og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Og við byrjum á Hafnarsjóði. Þar rekstrarafgangur 79 milljónir en það rúm 18 milljónum undir áætlun. Annar rekstrakostnaður fór 47 milljónir umfram áætlun en af því fór rekstur hafnarmannvirkja 31 milljón umfram áætlun en þar að ræða gjaldfærðar hafnarframkvæmdir. Þetta ekki reksturinn, þetta gjaldfærsla í verkefnum sem höfnin í. Rekstrarniðurstaða vatnsveitu, það 208 milljónir og var farið vel yfir það í morgun hérna með endurskoðendunum. En þetta vegna tjónabóta NSL 3 en hluti af kostnaði NSL 3 féll á árið 2024 en bæturnar kom ekki til fyrir árið 2025. Herjólfur OHF náttúrulega B-hlutafyrirtæki í eigu sveitarfélagsins og hluti af samstæðureikningi Vestmannaeyjabæjar og rekstrarniðurstaða Herjólfs upp á 99,7, tæpar 100 milljónir. Efnahagsreikningurinn, ef við förum aðeins yfir hann, þá eignir samstæðurnar í árslok 20 milljarðar 498 milljónir og hækkuðu 10,5% á milli ára. Þar af hækkuðu fastafjármunir 5,8% eða tæplega 880 milljónir. En reyndar salan á Eygló lækkar upphæðina. Hún hefði verið hærri ef við hefðum ekki verið að selja Eygló út. Alls námu fjárfestingar og framkvæmdir samstæðunar rúmum 1614 milljónum. Þetta alveg gríðarlega mikil fjárfesting sem búin að eiga sér stað á þessu ári. Og ef maður horfir tilbaka þá getum við tekið kannski bara fyrir nokkrum árum að þá þetta jafnmikil fjárfesting og var á tæpum 4 árum hjá sveitarfélaginu. En fjárfestingi var 846 í A-hlutanum en það voru náttúrulega seldar eignir eins og ég minnst af áður fyrir 714 milljónir hjá samstæðinu og það var keyptur eignarhlutur í Eyjagöngum fyrir 30 milljónir. Helstu fjárfestingar ársins auðvitað vatnsveitan eða lögnin í sjónum, það 360 milljónir tæpar en fjárfestingin auðvitað tvöfalt hærri vegna þess að í styrkir frá ríkinu koma inn og taka á móti okkur fjárfestinguna. Fjárfestingin verður ekki til í bókunum hjá okkur en fjárfestingin var auðvitað rúmlega 700 milljónir eins og við vitum.
en það er krónu á móti krónu í þessu og þess vegna er fjárfestingin í okkar bókum 355 þó raunkostnaðurinn sé 700 rúmar. Og svo er það Hásteinsvöllur, gervigras, lýsing og aðstaða sem eru rúmlega 300 milljónir. Herjólfur OHF fjárfesti fyrir Slippurinn 180 milljónir tæpar. Skólar og leikskólar og það er meðal annars bæði þetta miklu breytingar í tónlistarskólanum, Hamarsskólanum og fleiri stöðum og að klára viðbætur við leikskólana. Að það er upp á rúmlega 180 milljónir, íþróttamiðstöðin 170 milljónir, fráveitan 124 milljónir og gatnagerðarframkvæmdir sem eru nýjar götur upp á 115 og hafnarsjóður upp á 110 milljónir. Skuldir og skuldbindingar samstæðu á B-hlutanámu í árslok 2025 7.158 milljónum og í lok árs voru vaxtaberandi skuldir með næsta árs afborgunum 207 milljónir. Og það sést náttúrulega á þessu að einu langtíma skuldirnir á sveitarfélaginu liggja í félagslega íbúðakerfinu í B-hlutanum og er stærstu hluti þeirra skulda ber bara 1% vexti, þess vegna hafa þær ekki verið greiddar upp. En auðvitað sjáu þið að þetta eru skuldir og skuldbindingar, 7,1 milljarður, 5,3 milljarðar tæpir eru auðvitað skuldbindingin út af lífeyrissjóðum. En sem eru, rúmlega tæplega 5,3 milljarðar. En lífeyrisskuldbindingin, hún er auðvitað, eins og ég fór yfir áðan, vegna lífeyrisréttinda starfsmanna sveitarfélagsins og eru færð í þessa langtíma skuldi í efnahagsreikningi á grundvelli stærðfræðilegar úttektar í árslok. Og það var áhugavert að heyra það í morgun að það er verið að hugsa að breyta þessu, að því það er algjörlega ljóst að bera saman A-hlutan þar sem að lífeyrisskuldbindingin kemur inn er auðvitað mjög ósanngjarnt að mörgu leyti það sem er þung lífeyrisskuldbinding. Í okkar A-hluta er lífeyrisskuldbinding upp á 712 milljónir núna. Ég skoðaði að ganni mínu nokkra ársreikninga frá því í fyrra og sveitafélögum sem bara aðeins svona svipum stærð og við. Það var meðal sveitafélag sem bara með 60 milljónir í A-hlutanum við lífeyrisskuldbindingu. Þannig að þetta auðvitað skekkir kannski samtöluna og þess vegna fannst mér þetta áhugavert það sem var verið endurskoðendur töluðu í morgun að það sé verið að skoða að færa þetta öðruvísi. En reiknu breyting á skuldbindingu árinu er gjaldfærið í rekstrarreikningi og skammtímaskuldir nema 1428 og þyngst vega aðrar skammtímaskuldir upp á 1403 milljónir og það eru auðvitað 900 milljónir og þessu eru svokallar viðskiptaskuldir sem eru til áramót og ógreitt orlof og vaskur og svo auðvitað er alltaf eitthvað inni á Herjólfi. En eigið fé nemur 13 milljörðum og 340 milljónum króna. Veltu fyrir rekstri í samstæðu A og B hluta er 1972 milljónir eða 18,4% í hlutfalli við rekstratekjur. Í A hluta nam hlutfalli 17,6% eða 1246 milljónum. Handbært fé frá rekstri nam rétt rúmum 1761 miljón hjá samstæðinu og í A hluta nam handbært fé frá rekstri 640 miljónum. Skuldaviðmið og samkvæmt skuldareglugerð er 19% hjá A-hlutanum en 16% hjá samstæðunni og skuldahlutfallið er 103% hjá A-hlutanum en 67% hjá samstæðunni. Og rétt ber að geta þess að í fjármálareglum sveitarfélaga þá er horft á samstæðuhlutfallið og þegar það er komið í 150% þá fara að hringja viðvörunarbjöllur. En það bil 70% af okkar skuldahlutfalli er komið til vegna lífeyrisskuldbindingar. Eignir sveitarfélagsins eru góðar og nema núna 20,5 milljörðum og þar af nema fasteignir og lóðir rúm 11,7, veitur, hafnir og gatnakerfi 3,7 milljörðum og skammtíma fjárfesting nemur 1,7 milljörðum og handbært fé samstæðunnar í árslok nemur 1112 milljörðum og með skammtíma fjárfestingum er upphæðin 2369 milljónir sem sveitarfélagið hefur aðgengi að. En án Herjólfs er þetta 2 milljarðar og handbært fé sveitarfélagsins án Herjólfs hefur hækkað 434 milljónir milli ára. En þá langar mig að benda ykkur á skýringu 21 í ársreikningi þar sem farið yfir önnur mál og það varðar NSL 3 og útboð vegna kaupa og niðurlagningu á almannavarnalögninni NSL 4. NSL 3
Við höfum náttúrulega, þetta ætla ekki að fara við tjónið á það, en staðan á því máli er að í júní síðastliðnum þá höfðum við mál á hendur VÍS, Vinnslustöðinni og Huginn, og svo er HS veitum stemt inn í málið með réttargæslu. Við erum ekki í máli við þá, heldur eru þeir aðila málinu með okkur. Og málflutningum vegna málsins er fyrirhugaður í Héraðsdómi Suðurlandsdagana 12. og 13. maí. Og þetta er auðvitað mál til þess að fá greiddar bætur svo hægt sé að gera við lögnina. Almannavarnalögnin NSL 4 í upphaf árs 2025 var gengið frá samningi sveitarfélagsins við danska fyrirtæki National Olive Waco Danmark NOV við framleiðslu almannavarnalagnarinnar og mun afhending hennar verða í sumar. Í lok nóvember 25 að undangengnu útboði og öllu svæðinu líkt og með almannavarnalögnina sjálfa var gengið til samninga við skoska fyrirtækið Subsea 7 flutning og niðurlögn almannavarnalagnarinnar. Ljóst er að kostnaður við NSL 4 er verulegur en almannavarnalögnin hefur að hluta til verið fjármögnuð af Íslenska ríkinu en ekki nema 800 milljónir inn í cirka 3 milljarða. Þannig að það samtal á sér stað við ríkið og við opnum það, við erum búin að opna það samtal á ný að því það er að fullu greiddu viljayfirlýsingin sem var í gildi og sem var skrifað undir áður en tjónið verður. En nú er það samtal orðið opið aftur og við munum senda formlegt erindi á þau 3 ráðuneyti sem málið varðar. Og vatnshópurinn hefur verið með þetta mál og svona í samráði við bæjarráð. Enda finnst okkur þetta ekki og bæjarstjórnar algjörlega sammála það að við erum ekki og eigum ekki að greiða fyrir almannavarnir þó svo að það sé þannig til þess að framkvæmdin stopp ekki að við séum að taka skref og séum að bæta við okkur viðaukum eins og seinna kemur á fundinum varðandi þetta mál að geta þá haldi ferlinu áfram en að sjálfsögðu er það ríkisins að tryggja hér almannavarnir. En Eygló eignarhaldsfélag hafa gengið frá sölu á árinu á ljósleiðir að kerfi Eyglóar til Mílu og Eygló heldur eftir óverulegum hluta kerfisins sem þjónustastofnanir sveitarfélagsins. En eins og fram hefur komið í þessari yfirferð endurspeglar ársreikningunum góða stöðu sveitarfélagsins. Reksturinn er í góðu jafnvægi og afkoma sú besta síðan 2010. Ekki er gert ráð fyrir neinum lántökum á árinu vegna framkvæmda og eru þær allar greiddar með handbæru fé. Það er ábyrgð okkar kjörinna fulltrúa eða þeirra sem sækjast eftir kjöri að upplýsa og veita réttar upplýsingar til íbúa málefni sveitarfélagsins og á það auðvitað líka við fjármálin. Samhliða sterkri stöðu hefur Vestmannaeyjabær lagt áherslu á að skapa ramma til vaxtar fyrir fyrirtæki og fólk. Og því til stuðnings hefur bæjarstjórn og hefur Vestmannaeyjabær lækkað álagningu fasteignaskatts á íbúa 33% undanfarin 3 ár og 25% á atvinnuhúsnæði. Áherslan á nær samfélagið, fræðslu og fjölskyldumál og þjónustu er í forgrunni og það skiptir miklu máli að við höfum það í huga að góður rekstur skilar því að það er líka hægt að veita góða þjónustu og byggja upp. Þótt að sveitarfélagið hafi sterkan tekjugrunn sem samanstendur á stöndugum sjávarútvegi, atvinnugreinum tengdum honum, nýjar fjárfestingar í landeldi í Viðlagafjöru, blómlegt og ört vaxandi ferðaþjónustu og góðri atvinnuþátttöku er nauðsynlegt að sýna áfram aðgæslu við ráðstöfun skattfjár og eru formlegir vinnuhópar að störfum til þess að vinna tillögur að hagræðingu með forstöðumönnum. Reksturinn er sjálfbær og þarf að vera það áfram. Þýðingamikið er að ríkið standi við sína skuldbindingar gagnvart sveitarfélögum og verður stór hluti af hinu pólitíska starfi framundan að verja hagsmuni Vestmannaeyjar og sækja á ríkið réttláta ráðstöfun, skattfjár á landinu og að regluverkið sé auðvitað ekki þvingandi íbúum og atvinnulífi og það er komin ein lína til viðbótar sem snýr að því sem á að greiða atkvæði 29. ágúst næstkomandi. Það er verkefni sem þarf að hafa boltan klárlega á, augun á boltanum þar. Með þessum árangri getum við haldið áfram að skapa samfélag sem er eftirsóknarvert til búsetu, vinnu og framtíðar uppbyggingar. Við munum halda okkur á þessari braut með skýrum ákvörðunum og skýrri framtíðarsýn. Og auðvitað er það hlutverk næstu bæjarstjórnar að horfa til þess. Ég vil þakka öllum þeim sem hafa lagt sitt á mörkum til þess að góða árangurs. Með samstilltu átaki tryggjum við að Vestmannaeyjar haldi áfram að vera öflugt og framsækið sveitarfélag, að framsækið samfélag sem við getum öll verið stolt af.
Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Áður en ég gef orðið laust, þá les ég þessa örstuttu innbókun. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri gerði grein fyrir ársreikningi Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025 og jafnframt gerði hún grein fyrir helstu niðurstöðum reikningsins. Nú orðið laust. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja að þakka Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra fyrir kynninguna. Við tökum nú til fyrri umræðu ársreikning og við fyrstu sýn þá ég bara nokkuð ánægður með niðurstöðuna. En við eigum eftir að rýna reikninginn áður en að við afgreiðum hann endanlega í næsta mánuði eða innan skamms þegar hann verður lagður fram til samþykktar. Þó við séum að horfa á reikning sem við getum verið ánægð með að mörgu leyti, þá fjarar fljótt undan gleðinni þegar horft til þeirra útgjalda sem rekstri sveitarfélagsins fylgir og eru framundan. Og ég punkta hérna, ég hef sagt þetta áður. Þetta svona sama sagan. Ég ætla að leyfa mér að segja það að bæjarstjórn og bæjarráð, auk allra fagráða sveitarfélagsins, hafa unnið vel saman við að reka bæjarfélagið á ábyrgan hátt. Auðvitað eru áherslur eitthvað misjafnar, en á heildina litið ég á þeirri skoðun að meirihlutinn hafi haft minnihlutann til skrafs og ráðagerða í flestum málum og líklega lykillinn að góðum ársreikningi. Förum betur yfir málið í seinni umræðu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Helga Jóhanna Harðardóttir. Forseti, ég vil byrja að þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir framsöguna og í þeim ársreikningi sem hér liggur fyrir má sjá skýrt að sveitarfélagið okkar stendur traustum grunni. Rekstur bæjarins öflugur og honum vel stýrt og niðurstöðurnar sýna að fjárhagsstaðan sterk. Það sem sérstaklega vekur athygli að allar fjárfestingar bæjarins á árinu 2025 voru fjármagnaðar með handbæru fé. Það segir mikið þann styrk sem í rekstri sveitarfélagsins og þá ábyrgð sem hefur verið sýnd í fjármálastjórn. Staða bæjarsjóðs sterk og það einnig ánægjulegt að sjá að vöxtur í flestöllum tekjustofnum sveitarfélagsins. Kjarnarekstur bæjarins betri sem sýnir að daglegur rekstur sveitarfélagsins traustur og rekstrargrunnurinn sterkur. Í umræðinu hefur borið á því að meirihlutinn sé að tæma sjóði bæjarins. Þegar þessi ársreikningur skoðaður blasir hins vegar allt önnur mynd við. Tölurnar tala sínu máli og sýna að svo einfaldlega ekki. Þvert á móti fjárhagsstaðan sterk og við erum í raun í betri stöðu en mörg önnur sveitarfélög. Það ekki en það vaknar oft hjá mér líka eðlileg spurning í ljósi þess að umræðuna sem hefur verið, að spurningin hvert hlutverk sveitarfélaga og bæjarstjórna? Hlutverki okkar fyrst og fremst að safna fjármunum í sjóði eða hlutverk okkar að nýta fjármuni samfélagsins á ábyrgan hátt til uppbyggingar, fjárfestinga og betri þjónustu við bæjarbúa? Það slæmt að nota sjóði sveitarfélagsins? Ég tel að svarið liggi í því að finna jafnvægi. Að reka sveitarfélag á ábyrgð en leið að nýta fjármagnin til að byggja upp samfélagið og bæta þá þjónustu sem bæjarbúar treysta á hverjum degi. Það tel ég að við séum að gera vel. Á þeim 8 árum sem ég hef verið í meirihluta í bæjarstjórn hefur sveitarfélagið þurft að takast á við ýmis krefjandi verkefni eins og við öll vitum. En þrátt fyrir það höfum við ekki setið auðum höndum. Við höfum lagt okkur fram að reka bæjarfélagið skynsemi og ábyrgð og samhliða því höfum við haldið áfram að byggja upp innviði, fjárfesta í samfélaginu og bæta þjónustu við bæjarbúa. Þessi ársreikningur sýnir því ekki aðeins tölur úr blaði, hann endurspeglar stöðugt og markvisst starf við að halda rekstri sveitarfélagsins traustum og á sama tíma og við horfum fram á við og byggjum upp samfélag okkar. Að lokum vil ég þakka þeim sem hafa komið að gerð þessa ársreiknings. Það mikil og krefjandi vinna sem liggur að baki slíkum gögnum og mikilvægt að sú vinna sé unnin af fagmennsku og nákvæmni. Ég tel að niðurstaðan sé skýr, sveitarfélagið stendur sterkt og við höfum alla burði til þess að halda áfram á þeirri braut að byggja upp öflugt samfélag til framtíðar.
Takk fyrir þetta Helga Jóna Harðardóttir, fleiri Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur og gestir. Ég ætla að fá að þakka bæjarstjóra Írisi Róbertsdóttur fyrir yfirferðina og starfsmönnum og endurskoðendum Vestmannaeyjabæjar vinnuna í kringum undirbúning þessa ársreiknings. Komið hefur hér fram að vel ríflega 300 milljónir hafa komið inn umfram áætlaðar útsvarstekjur sem afar jákvætt. Eignastaðan góð og eins og hefur komið fram þá við öfundsverð af skuldastöðu okkar og undirstrikar auðvitað mikilvægi þeirrar aðferðafræði við fjármálastjórn sveitarfélagsins að áætla tekjurnar varfærnislega í hvert sinn. Ársreikningurinn endurspeglar þó fyrst og fremst blómlegt og sterkt atvinnulíf sem auðvitað alltaf undirstaðan að því fjármagni sem forsenda fyrir veittri þjónustu sveitarfélagsins sem við hinn fáum að njóta. Og það afar mikilvægt að við og framtíðar kjörnir fulltrúar missi ekki sjónar á því að það eru hjól atvinnulífsins sem knýja samfélagið áfram og við þurfum að styðja vel við það. Og ég tel það að vera sameiginlegan hljómgrunn allra bæjarfulltrúa sem hér sitja að styðja vel við öflugt atvinnulíf og mín tilfinning að þessi bæjarstjórn öll hafi gert einmitt það á þessu kjörtímabili. Hér eru öflug stórhuga fyrirtæki sem að veðja á Vestmannaeyjar og það okkar að reyna að draga úr þröskuldum fyrir slíka aðila en leið hugað umhverfissjónarmiðum, landnýtingu og samfellu stóra verkefna við sýn sveitarfélagsins til framtíðar. Við erum auðvitað líka að fá tilbaka fjárfestingar. Við höfum selt núna stærstan hluta af ljósleiðarakerfi Eyglóar og það voru 300 milljónir sem komu inn á árinu 2025 og restin kemur svo, 2025 og restin kemur svo inn núna á árinu 2026. Það verið að selja fasteignir sveitarfélagsins, bæði við Strandveg og Ægisgötu, ég tel það jákvætt skref. Við vitum það að eignarhluti í fasteignum þýðir auðvitað kostnaður. Það þarf að reka húsnæði og viðhalda því. Og ef þörfin fyrir húsnæði fyrir starfsemi sveitarfélagsins ekki til staðar, þá það illverjanlegt að vera að halda eignum bara eignarhaldsins vegna. En á flottum framboðsfundi í Ásgarði hér á laugardaginn kom einmitt spurningin: hvernig getur bærinn búið til meiri peninga til að framkvæma allt það sem okkur langar auðvitað til að framkvæma? Og við getum auðvitað ýtt undir öflugt atvinnulíf með stuðningi til þess. Fyrst og fremst, eins og ég búin að koma inn á, dregið úr flækjustigi og gert atvinnusköpun möguleika, en það okkar að búa til ramman. En það þarf líka, eins og ég segi, auðvitað sveitarfélagið sjálft ekki að búa til peningana, heldur atvinnulífið, eins og ég kom inn á fyrir ræðunni. En það sem við hins vegar sem hér sitjum gerum, að reyna að leggja okkur fram við að fara eins vel með peningana, þannig að við þurfum ekki að eyða fleiri krónum en við nauðsynlega þurfum. Þannig nýtist það takmarkaða fjármagn sem við höfum úr að spila eins vel og kostur er. Við erum auðvitað nýbúin að fá núna ársreikningin í hendurnar, þannig að núna getum við lagst vel yfir hann og gaumgæft og ég veit að við höfum eins og alltaf og áður gott aðgengi að bæði starfsfólki bæjarins og endurskoðendum til að fá svör við öllum þeim spurningum sem upp kunna koma milli umræðna. Það afar ánægjulegt að ekki sé gengið á sjóði sveitarfélagsins aftur á milli ára, en það jafnframt nauðsynlegt því það auðvitað kostnaðarsöm verkefni framundan. Við vitum, þó svo við gerum auðvitað þá eðlilegu kröfu á ríkið að það fjármagni almannavarna vatnsleiðsluna, að þá auðvitað ekkert fast í hendi með slík framlög. Og það auðvitað stór verkefni sem þarf að fjármagna til framtíðar að borði viðbyggingu bæði við íþróttamiðstöð og barnaskóla, nýjan leikskóla og fleira sem að þarf að huga að til framtíðar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Þetta kappur. Fyrstu kemur, fyrstu fær. Forseti, ég vil þakka bæjarstjóra Írisi Róbertsdóttur fyrir góða yfirferð, en einnig þakka ég starfsfólki sem komu að vinnunni við ársreikninginn fyrir þá miklu og vönduðu vinnu sem hér liggur að baki. Það einstaklega ánægjulegt að sjá að í lok þessa kjörtímabils og mínu síðasta að við erum að skila besta ársreikningi síðustu 15 ára, eins og fram kom í máli bæjarstjóra. Afar góð rekstrarniðurstaða bæði í samstæðinu og A-hluta.
Jákvæð niðurstaða A-hlutans sýnir að rekstur bæjarins er sjálfbær þrátt fyrir erfitt rekstrarumhverfi sveitarfélaga. Sveitarfélagið hefur sterkan fjárhagslegan grunn en samfélagið okkar er sérstakt að því leyti að vera eyja og hefur því margar aðrar og ólíkar áskoranir en flest önnur sveitarfélög. Og því mikilvægt að vera meðvitaður þá mörgu utanaðkomandi þætti sem geta haft áhrif á tekjur þess og gjöld. Og því mikilvægt að halda áfram að vera varfærin. Ábyrgð og fagleg fjármálastjórnun hefur einkennt þennan meirihluta frá upphafi og mun vonandi ekki verða breyting þar á með nýjum meirihluta. Ársreikningurinn endurspeglar vel fjárhagslegan styrk sveitarfélagsins sem er vel í stakk búið að standa undir framtíðar uppbyggingu. Ég líti jákvætt á framtíðina og tel okkur vera að leggja grunninn að sterkari og betri framtíð fyrir samfélag okkar allt. Alltaf með hagsmuni íbúa að leiðarljósi. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil við upp á máls míns þakka bæjarstjóra fyrir góða og ítarlega kynningu á þeim ársreikningi sem að nú liggur hér fyrir, samþykktur í bæjarráði í morgun til afgreiðslu eða til bæjarstjórnar og til endurskoðunar. Og það er þannig að þetta er svolítið eins og að vera búin að fara út að borða, búin að panta sér á veitingastað og nú er reikningurinn síðan kominn. Og þá þýðir ekkert að kvarta undan reikningnum og hann kemur, en það er svo sem ekki gott að sjá yfir hverju við ættum að kvarta í þessum reikningi. Það dylst engum sem að les þennan ársreikning að fjárhagsleg staða Vestmannaeyjabæjar er ákaflega sterk. Það kom fram í máli bæjarstjóra hér áðan að hér er að ræða bestu rekstrar niðurstöðu sveitarfélagsins í 15 ár. Það er ansi magnað og niðurstaðan úr rekstri A-hlutans eins og kom fram hér áðan er 300 milljónir og í rekstri samstæðunar tæpar 800 milljónir. Það er í samfélaginu okkar gríðarlegur kraftur og mikil uppbygging, mikið framundan og ber reikningurinn þess merki að sveitarfélagið þarf að bregðast við þeirri uppbyggingu með því að fjárfesta í innviðum, bæði þeim sem til staðar eru og nýjum innviðum og í skýringu 8 í ársreikningnum má sjá að fjárfestingar sveitarfélagsins nema 850 milljónum í A-hluta og á samstæðunni í heildina 1600 milljónum. Þetta er náttúrulega ótrúlega háar upphæðir og sýnir að sveitarfélagið er að standa, að mínu mati, þá sýnir það að sveitarfélagið stendur sig í því að tryggja það að samfélagið geti vaxið og dafnað og tekið á móti þeirri miklu uppbyggingu sem á sér stað hjá okkur. Og þetta reikningurinn sýnir að staða handbærs fjár er sömuleiðis mjög sterk en handbært fé við árslok eru 2,4 milljarðar. Þannig að heilt yfir og við fyrri umræðu þá náttúrulega lýsum að því bara hér yfir að maður er gríðarlega stoltur af því að vera með þennan reikning í höndunum. Núna milli umræðna að þá fer þetta til endurskoðenda og við getum þá glöggvað okkur betur á þeim tölum sem hér koma fram. En ég held að það sé óhætt að segja að bæjarstjórn getur, eins og kom fram í máli mínu hér á undan, að í fjárhagsáætlun þá leggjum við svolítið línurnar og síðan þegar reikningurinn kemur þá er maður afskaplega ánægður og ég held að við hér sem að samþykktum fjárhagsáætlunina í hausti 2024 fyrir þetta ár getum verið afskaplega stolt af því hvernig það tókst til og þann reikning sem hér er lagður fram. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Vilja fleiri kveða sér hljóðs undir þessum lið? Ég vildi þá kannski með leyfi varaforseta að taka undir flest það sem hér hefur komið fram, bæði hjá fulltrúum meirihluta og minnihluta, enda held ég að, minnsta kosti fyrir okkur sem erum að
kveðja þá er ekki ónýtt að gera það með þessari bestu rekstrarniðurstöðu Vestmannaeyjabæjar í 15 ár og ég held að við öll í bæjarstjórninni hér, þar sem mikil og sterk samstaða hefur verið í öllum megin málum hvað varðar rekstur bæjarins, getum verið stolt af. Ég vil líka taka undir það sem kom fram í máli Hildar Sólveigar Sigurðardóttur, bæjarfulltrúa hérna áðan, mikilvægi þess að sveitarfélagi standi með atvinnulífinu til verðmætasköpunar hér í bænum og það held ég að bæjarstjórninni hafi lánast mjög vel að gera og stjórnsýslu bæjarins reynda líka og við getum nefnt sem dæmi hvaða einkunn þeir sem hafa verið að fjárfesta hér milljarða og milljarða ofan í Laxey, hvernig þeir hafa talað framgöngu bæjarfélagsins í þeirra málum og sömu sögu hyggi að segja megi þá sem ætla að fara að fjárfesta hér í baðlóni og hóteli, að hvernig bæjarfélagið og sveitarfélagið hefur greitt götu þeirra sem vilja fjárfesta í atvinnulífinu hér í bænum. Því eins og ég segi að í öllum þessum meginmálum sem lúta að velferð og framtíðar uppbyggingu hér í bænum hefur þessari bæjarstjórn, eins og ég þekki hana bara þessu kjörtímabili lánast að standa saman og fyrir það ber að þakka. En fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs undir þessum lið og áður við göngum til atkvæða að vísa þessum ársreikningi til annarar umræðu og endurskoðunar þá verð ég, ef með nauðugur eitt kostur, að lesa eftirfarandi kennitölur. A. Ársreikningur sjóða í A-hluta 2025. Afkoma fyrir fjármagnsliði jákvæð 269.510.000 krónur. Rekstrar afkoma ársins jákvæð 295.935.000 og niðurstaða efnahagsreiknings krónur 16.877.255.000. Eigið fé 9.578.204.000. Handbært fé og skammtíma fjárfestingar þá 1.948.441.000. Veltufé frá rekstri 1.246.433.000. Skulda viðmið 19%, skulda hlutfall 103%, vildi ég sagt hafa. Samstæða Vestmannaeyjabæjar. Afkoma fyrir fjármagnsliði jákvæð 734.774.000. Rekstrar afkoma ársins jákvæð 781.311.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 20.478.815.000. Eigið fé 13.340.092.000. Handbært fé og skammtíma fjárfestingar 2.368.733.000 og veltufé frá rekstri 1.972.064.000. Skuldaviðmið 16%, skuldahlutfall 67%. B. Ársreikningur Hafnarsjóðs Vestmannaeyja 2025. Afkoma fyrir fjármagnsliði 30.511.000 krónur. Rekstrarafkoma ársins 73.065.000 krónur. Niðurstaða efnahagsreiknings 2.804.937.000 krónur. Eigið fé 2.607.928.000. Ársreikningur félagslegra íbúða 2025. Afkoma fyrir fjármagnsliði neikvæð 12.396.000. Rekstrarafkoma ársins 0. Niðurstaða efnahagsreiknings krónur 879.469.000. Eigið fé neikvætt 50.568.000. Ársreikningur fráveitu Vestmannaeyja 2025. Afkoma fyrir fjármagnsliði 163.819.000. Rekstrarafkoma ársins 147.344.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 949.488.000. Eigið fé
733.673.000. Ársreikningur Vatnsveitu 2025 afkoma fyrir fjármagnsliði 208.312.000. Rekstrar afkoma ársins sú sama 208.312.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 788.974.000. Eigið fé er 208.312.000. Ársreikningur Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs ohf. 2025 afkoma fyrir fjármagnsliði 95.241.000. Rekstrar afkoma ársins 99.652.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 727.067.000. Eigið fé 466.305.000. G. Ársreikningur Náttúrustofu Suðurlands 2025 afkoma fyrir fjármagnsliði neikvæð 3.467.000. Rekstrar afkoma ársins neikvæð sömu tölu 3.467.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 25.034.000. Eigið fé 23.972.000. H. Ársreikningur Eyglóar Eignarhaldsfélags 2025 afkoma fyrir fjármagnsliði neikvæð 39.529.000. Rekstrar afkoma ársins neikvæð 39.530.000. Niðurstaða efnahagsreiknings krónur 13 milljónir. Eigið fé neikvætt 77.234.000. Þá göngum við til atkvæða að vísa ársreikningi Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025 til endurskoðunar og annarar umræðu. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir því gjöru svo vel og gefa merki. Það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá er tekið fyrir annað dagskrármálið umræða samgöngumál. Íris Róbertsdóttir gjöru svo vel. Forseti. Já, samgöngumál. Það er mikið búið að ganga á í samgöngumálum okkar síðan við áttum síðasta bæjarstjórnarfund og meðal annars verið aukafundur í bæjaráði tengt dýpkunar málum. Þannig ef ég fer aðeins í það þá kemur það náttúrulega upp hérna aðfaranótt 2. mars að það verður bilun í dýpkunarskipinu Álfsnesi. Alvarleg bilun í hliðarskrúfu sem þýðir það að skipið er bara off og þarf að útvega nýja vél. Fyrstu fréttir sem við fáum af málinu er því ég funda með Vegagerðinni, ég og framkvæmdastjóri Herjólfs strax á mánudeginum og þá fáum við að vita það að þetta gæti tekið stuttan tíma að þeirra mati. Hver dagur er ekki stuttur hjá okkur en 10 daga eða 4 til 6 vikur ef það er ekki að nálgast vél og jafnvel lengra. En það var farið á fullt og það var ég var algjörlega haldið fram og var skýrt, kom fram bæði hjá mér og hjá framkvæmdastjóra Herjólfs að við gætum auðvitað ekki sætt okkur við það að hér væri ekki dýpkunarskip til staðar. En svo koma upplýsingar inn, það er aukafundur í bæjaráði á þriðjudeginum og þá fáum við upplýsingar inn og Vegagerðina inn til okkar að þeir fundu vél og ég get upplýst það núna að þessi vél er komin um borð. Það er búið að tengja hana og græja hana og ég var að fá upplýsingar frá Vegagerðinni bara núna akkurat til fundurum byrjaði klukkan 2 að hún er komin í og búið álagsprófana og hún lítur vel út. Það er verið að klára eitthvað lokafrágang og þeir vænta þess að þeir geti bara lagt af stað í kvöld eða nótt. Þannig að tímasetningin sem við fengum í bæjaráði fyrir rúmri viku síðan, hún hefur staðist. Og það finnst okkur nú bara dálítið mikið met og við skulum bara vona að þetta standist alla leið af því að þeir eru ekki farnir frá bryggju. En það er verið að skoða tímasetningu á mælingu og aðstæður til dýpkunar næstu 2 daga eru svolítið tvísýnar en það er bara verið að fara í gegnum þetta og skipið er klárt að minnstakosti eða gefið til dýpkunar. En í framhaldi af þessu öllu þá átti ég samtöl bæði við ráðherra, fleiri en einn og meðal annars innviðaráðherra og þingmenn og við í bæjaráði náttúrulega fórum yfir þetta fram og tilbaka að það eru ekki hægt að búa við það að hér sé ekki til plan ef að, ég ætti kannski ekki að nota orðið plan, hér sé ekki til áætlun það ef að dýpkunarskipi bilar og er frá í langan tíma að það sé engin leið önnur en að bíða
og við höfum gagnrýnt það og bæjarráðið var mjög harðort og ég hef tekið það upp við ráðherra líka og bent honum á það að við værum ekki að tala neitt varaskip fyrir Herjólf, heldur værum við að ræða varaplan, varaáætlun fyrir dýpkunarskip sem þýðir það að það sé samningur við einhvern aðila sem getur þá komið til landsins ef það verða áföll. En því var svo sem bara vel tekið og það sýna okkur alltaf allir mikinn skilning. En ég verð samt að fá að segja það að í þessu að það voru 3 þingmenn sem hringdu bara eiginlega strax og spurðu hvað var þetta að gera. Ráðherra atvinnumála, við áttum langt samtal þetta og svo þetta innviðaráðherra og svo veit ég að þessir þingmenn sem ég get bara nefnt á, hann Víðir Einarsson, Ásta Lóa og hún Ása, sem Víðir og Ása eru náttúrulega þingmenn Suðurkjördæmis fyrir Samfylkinguna og Ásta Lóa, þau töluðu við sína ráðherra og settu þau inn í málin af því það náttúrulega skiptir okkur máli. Svo var málið tekið líka upp í þinginu af honum Karli Gauta, en ég reyndar heyrði ekkert í honum en hann vakti athygli á þessu í þinginu. En svo hef ég fengið skilaboð frá fleiri þingmönnum sem lofa okkur stuðningi við það að þessi mál verði í lagi. Og það og líka við Guðrúnu Hafsteinsdóttur og fleiri. En staðan þannig núna að við búum við það að skipið að koma. Það skýrist vonandi í lok næstu viku, við verðum samið dýpkun og við höfum algjörlega komið því á framfæri hvern við viljum. Við viljum aðila sem hefur getu, tæknilega getu, sem hefur kunnáttu og sem hefur búnað til þess að sinna þessu og við höfum lagt þunga áherslu á það, meðal annars var útboðin að hluta til breytt eftir samtal eða þrýsting frá okkur. En það auðvitað öllum ljóst að Vestmannaeyjabær ekki að semja dýpkun. Vestmannaeyjabær á ekki höfnina, það vegagerðin fyrir hönd ríkisins sem á höfnina sem semur dýpkunina, en við látum okkur að sjálfsögðu málið varða og höfum komið í skýrt og bæjarráð fór yfir þetta líka á fundinum síðast, aukafundinum. En í ljósi þess hvernig aðstæður eru í Landeyjahöfn, þá sendi ég fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar og óskaði eftir áframhaldandi framlengingu á þessu ríkisstyrkta flugi. Og ég ekki búin að fá svar, en ég mun ítreka það aftur í dag. Mér finnst ekki hægt, þó að skipið sé komið, þá ekki búið að opna höfnina. Og það bara komin miður mánuður núna helgina og það skiptir bara gríðarlega miklu máli að flugið sé til staðar líka og ég vona það að þeir fylgi þessu eftir. En eins og vissu þá voru 4 tilboð í dýpkunina og hún til næstu 3 ára og hefst í haust, en ég vona svo sannarlega að það verði góða fréttir sem við munum fá í næstu viku og ég vil bara trúa því. En ég vil líka vekja athygli á því að SAS ræddi og ályktaði, bókuðu stöðuna í Landeyjahöfn og ég kunni mjög vel að meta þann stuðning. Anton Kári hafði samband sem formaður SAS fyrir hönd stjórnar og þeir vildu styðja við okkur í þessu og sendu ályktun á þingmenn og aðra og ég bara mjög glöð með það. Það hefur ekki mikið virkað í þessa átt, en ég fann það í þessu máli að það voru margir sem voru að hafa samband að fyrra bragði sem sýni það að það þó verið að fylgjast með okkur. Og svo hafði náttúrulega landsdekkandi miðlar mjög mikinn áhuga á þessu máli og ég held að við höfum alveg komið því skýrt til skila bæjarráð fyrir hönd bæjarstjórnar Vestmannaeyja að við sættum okkur ekki við þær aðstæður sem uppkomu. Ég held ég sé bara að við lokið máli mínu. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Eyþór Harðarson. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég vil svo sem bara taka undir þetta sem að Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri, hefur farið hérna yfir. En það sem kannski maður tekur út úr þessu bara með, núna þegar þessi vetur að verða búinn, hvað baráttu okkar fyrir áætlunarflugi mikilvæg. Þessi 3 mánuðir sem að hafa þó orðið og komist á og með þá 2 vikna framlengingu núna, það sýnir bara ástandið á höfninni ennþá allavega að við ættum að ná fram lengri
lengra tímabili með áætlunarflugið og vonandi tekst okkur það bara áfram því að svona dropinn hola steinin í þessu og rökin verða alltaf meira með okkur í þessu að flugið nauðsynlegur partur af okkar samgöngum á meðan að Landeyjahöfn virkar ekki betur en þetta sem hún gerir. Og auðvitað vonar maður að við fáum góðar fréttir af öflugu skipi til að halda dýpkun í höfninni þannig að hún verði opin fleiri daga á ári. Og svo býður maður náttúrulega spenntur eftir skýrslunni frá straumfræði stofnuninni í Danmörku sem að kemur með tillögur vonandi á vormánuðum þær lausnir sem að þarf að gera til að bæta þessa höfn. Þannig að þetta eru svona helstu punktarnir varðandi samgöngumálin sem kom upp í hugan núna í þessari atrennu. Takk. Takk fyrir þetta. Áður en ég gef Hildi Sólveigu Sigurðardóttur orðið verði ég náttúrulega að laga hér fundarstjórnina hjá mér. Mér láðist einn ganginn enn að lesa innbókun áður en ég gaf orðið laust og mun nú leiðrétta sjálfan mig í því. Bæjarstjóri fór yfir stöðuna í dýpkunarmálum í Landeyjahöfn. Fram kom í bæjarráði í síðustu viku að bilun hefði orðið í dýpkunarskipinu Álfsnesi við dýpkun aðfaranótt mánudagsins 2. mars, þannig að skipið varð frá að hverfa. Samkvæmt vegagerðinni á viðgerð að ljúka í dag og ætti skipið því að vera tilbúið til dýpkunar á morgun. Í ljósi þess að aðstæður í Landeyjahöfn hafa ekkert breyst hefur bæjarstjóri fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar óskað eftir frekari framlengingu á ríkisstyrktu áætlunarflugi milli lands og eyja. Vegagerðin vinnur enn að úrvinnslu tilboða sem bárust í dýpkun Landeyjahafnar til næstu 3 ára en 4 tilboð bárust í verkið. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur. Þetta auðvitað og bara eðlilegt að við séum að taka samgöngumálin, náttúrulega brennur á öllum af því að það auðvitað að vora og það eru fermingar handan við hornið og vonandi blómlegt ferðaþjónustu sumar framundan. En það sem líka kannski það sem við þurfum að beita okkur ennþá frekar líka í að það sé einhvers konar trygging eða það sé einhvers konar sameiginlegt samkomulag það að þetta sé betri samfella í því að þegar við erum ekki með Landeyjahöfn að þá sé bara flugið til staðar. Af því þetta líka gríðarleg orka embættismanna sem að fer í það að vera sífellt að kalla eftir, að vera að pressa, að vera að fá þessar 2 auka vikur. Og það líka þessi fyrirsjáanleiki að fólk hafi, að því ég veit ekki hvað ég búin að fá marga prikka í mig, hvernig með flugið, verður flugið og þetta er svo margir að huga að, þannig að ef við erum í ákveðnum rekstri eða viðburðahaldi eða öðru slíku, þannig að ég held að það sé klárlega eitthvað sem að þarf að vera líka verkefni að það sé að þetta haldist svolítið vel í hendur, að það sé sameiginlegur skilningur á því að á meðan að við erum við þær aðstæður að við erum að sigla til Þorlákshafnar þá þarf bara að vera hér nauðsynlegar flugsamgöngur. Auðvitað viljum við hafa þær allt árið en þetta í það allra minnsta þarf að vera. Og eins varðandi útboðið á dýpkuninni, ég var síðast spurð í morgun hvort það væri í alvörunni þannig að Vestmannaeyjabær hefði bara ekkert með það hvað aðili fengi hefði ekkert ákvörðunarvald í þessu og það kemur mjög mörgum einmitt á óvart að við höfum bara ekkert þetta að segja en vissulega höfum við í aðdragandanum verið að leggja áherslu á þær kröfur að við höfum viljað hafa stífar kröfur og alltaf stífar og stífari kröfur á aðila því við erum að sjá það að Vegagerðin gerir þær ekki. Hún hefur hingað til ekki verið að gera nægilega stífa kröfur til þess að standast okkar væntingar. Þannig að það er á okkur að tryggja það að þeir haldi uppi ásættanlegu útboðskröfum þannig að það sé aðili sem að getur sinnt þessu í helst öllum kringumstæðum. Takk. Takk fyrir þetta. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég get bara tekið undir það sem hefur komið fram bæði frá bæjarfulltrúa Hildi Sólveigu Sigurðardóttur og Eyþóri Harðarsyni. En það auðvitað þannig að við getum ekki alveg sagt, við höfum ekkert þetta að segja. Við höfum ekki ákvörðunarvald að skrifa undir. Og það hefur í rauninni Vegagerðin ekki heldur fyrr en eftir vink frá innviðaráðuneytinu.
Staðan er bara þannig eins og við fórum yfir hér varandi samgönguáætlun að í fjárlögum eru 600 milljónir til dýpkunar Landeyjahafnar fyrir þennan samning. En ef þið sem skoðuðu tilboðin sá þeir sem voru á kostnaðaráætlun hjá Vegagerðinni, vegna þess að Vegagerðin er að gera meiri kröfur heldur en peningarnir segja. Þannig ég ætla aðeins að fá að bera blaka Vegagerðinni varandi kröfurnar. Þeir setja núna kröfur inn, til dæmis varandi afköst í 3 til 5 metra dýpi í hafnaminninu, þeir eru 3 metrar. Það hefur verið akkillesarhæll að afköstin eru engin þegar er orðið lítið dýpi í hafnaminninu. En það er að breytast og þeir þurfa náttúrulega samþykki innviðaráðuneytisins til að geta gert þetta og við höfum haldið þeim svo sannarlega við efnið. Og það skiptir auðvitað náttúrulega bara gríðarlega miklu máli fyrir okkar samgöngur að það sé dýpkunarskip sem að afkastar einhverju, að því gluggarnir ekki það margir. Það sem við erum að lenda í að við erum með kannski 4-5 góða daga og þeir ná ekki að opna. Það á bara ekki að geta gerst. Og þetta er bara hlutur sem að við munum halda fram að berjast fyrir og ég vil trúa því að bæði þeir sem að sitja nú inn á hinu háa Alþingi, það eru auðvitað þeir sem eru með þetta vald. Vegagerðin vinnur bara eftir þeim fjármunum og þeim römmum sem þeir hafa. Það eru þingmennirnir okkar. Og við erum búin að vera með þessu höfn síðan 2010 sko. Það var þingmenn í öllum stjórnmálaflokkum verið við að stýra landinu á þeim tíma. Og varðandi flugið, ég tek algjörlega undir fyrirsjáanleikann, en ríkisstyrkurinn fór náttúrulega af fluginu 2010 þegar höfnin opnaði. Þá koma Ernir inn á markaðsforsendum en 99-98 þá voru að fljúga fleiri til Vestmannaeyja heldur en voru að sigla. Það voru 100.000 manns sem notuðu flugið. 3-4 árum áður en eða svona fljótlega eftir að höfnin opnaði, þá dettur þetta niður í 30.000. Rétt áður svona 2-3 árum var þetta komin í 10.000. Ástæðan fyrir því að Ernir hætta vegna þess að fólk hætta að fljúga. Það hafði ekkert með þáverandi bæjarstjórn að gera sem var þá. Við vorum þegar COVID þá erum við, en ég ætla ekki að fara að kenna bæjarstjórninni frá 2010 til 14 eða 14 til 18 það að fólk hafi hætt að fljúga. En við verðum að hafa þetta ríkisstyrkta flug, við verðum að hafa þannig ég sammála Hildi Sólveigu Sigurðardóttur bæjarfulltrúa varðandi fyrirsjáanleikann, en gallinn alveg sama hvað við viljum, þá getum við aldrei haft þetta í harmoníku. Við verðum þá að vera með fasta mánuði af því þetta er boðið út á Evrópska efnahagssvæðinu. Þetta er EES-mál. Það má ekki gera hlutina eins og þyrfti að gera hérna á Íslandi, en við erum nú að vona og ég veit að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson þekki það betur af því hann satt fyrir hönd bæjarráðs fund í Vegagerðinni flugmálin. Það var þannig að við áttum ekki heimagengt hvort ég en ég alla þann fund, þannig að Eyþór sem betur fer tók hann. En staðan er bara þannig að ef að það verið að sníða okkur svona rosalega þröngan stakk með flugið, þá verða þeir bara að segja já, við ætlum að fljúga í 6 mánuði, að lágmarki. Að því veðrið ekki Excel-skjal. Og bara fyrir þá sem eru líka að sinna samningnum, að það sé með 2-3 daga fyrirvara að vera framlengjan, þetta bara ekki hægt. Þannig að við þurfum að tryggja það, þessi þingmenn sem við kjósum, að þeir sinna okkur og það þurfa að vera nóg miklu fjármunir í flugi til Vegagerðarinnar til þess að þeir geti boðið út 6 mánuði. Þeir fengu bara fjármagn fyrir 3. Og það bara óásættanlegt. En ég ætla samt að segja ykkur það, að þetta samt fyrsta formlega ríkisstyrkta flugið síðan 2010. Við vorum að fá COVID og auka og það hefur ekki verið ríkisstyrkur. Það átti náttúrulega aldrei að sleppa þessum ríkisstyrk fyrir en höfnin væri farin að virka. En þau komist upp með það að taka hann af. Og nú okkar að stækka hann, við erum búin að koma honum inn, nú þurfum við bara að bæta við hann. Það snýst þetta. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og umræðu lokið. Tekið fyrir 3. mál á dagskrá, menningarstefna Vestmannaeyjabæjar. Áður en ég gef orðið laust í þessu máli, les ég svofelldað innbókun. Bæjarráð fól sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs ásamt safnstjórum Eldheima, Safnahús og Sagnheima að hefja undirbúning að nýrri menningarstefnu Vestmannaeyjabæjar og leggja tillögu að verkefninu fyrir bæjarráð. Tillögur hópsins voru lagðar fram á fundi bæjarráðs nr. 3228 og samþykktar. Ákveðið var að Sigurhanna Friðþórsdóttir leiddi verkefnið í samstarfi við safnstjóra og sviðsstjóra.
Við vinnslu stefnunnar var lögð áhersla á samráð við íbúa og kallað eftir hugmyndum og tillögum með viðtölum við fulltrúa ýmissa hagsmunahópa, hugmyndakassa á bókasafni, rafrænni könnun og með því að bjóða íbúum að senda inn ábendingar í tölvupósti. Drög að menningarstefnunni liggja nú fyrir og eru hér lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Orðið er laust. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, hér er eins og kom fram í máli forseta til fyrri umræðu í bæjarstjórn menningarstefna Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2021 til 2026 til 2031. Og með henni er lögð fram skýr sýn á það hvernig stefnt að því að efla menningarlíf í bæjarfélaginu á komandi árum og tryggja að menning verði áfram einn af hornsteinum okkar samfélags. Vestmannaeyjar búa yfir sterkri menningarhefð þar sem að náttúran, sjávarútvegur, tónlist og frásagnir af gamalli tíð eru allt hluti af þeirri sérstöðu sem mótar okkur og mótar okkar samfélag. Og menningin er ekki aðeins arfleið sem við varveitum heldur líka lifandi afl sem skapar samkennd, sjálfsmynd og ný tækifæri til framtíðar. Markmið með þessari menningarstefnu er að skapa skýran ramma fyrir þróun menningarmála í Vestmannaeyjum á næstu árum. Þar verður lögð áhersla á að styðja við fjölbreytt menningarstarf, efla aðgengi íbúa að listum og menningu og skapa góð skilyrði fyrir listafólk, skapandi greinar til að vaxa og dafna í Vestmannaeyjum. Stefnan leggur einnig áherslu á mikilvægi samstarfs. Menningarlíf byggist ekki aðeins á starfi stofnana, heldur líka á frumkvæði einstaklinga, félagasamtaka, listafólks og samfélagsins alls. Með auknu samstarfi og samhæfingu getum við styrkt þann grunn þegar er til staðar og skapað enn fleiri tækifæri til þátttöku og sköpunar. Þá er sérstaklega horft til þess að menning nýtist sem drifkraftur í samfélagsþróun, þar sem sterkt menningarlíf gerir samfélög aðlaðandi fyrir íbúa og gesti, styrkir ímynd bæjarins og getur jafnframt stuðlað að aukinni nýsköpun og atvinnu. Ég vil þakka að lokum þeim sem að tóku þátt í því að gera þessi drög sem hér liggja fyrir, sérstaklega fulltrúum í hópnum en einnig þeim fjölmörgu sem að komu fyrir nefndina með hugmyndir og sjónarmið. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson, Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar. Ég verð að segja alveg eins og að ég er nú fengið aðeins að fylgjast með þessari vinnu og það er Sigurhanna Friðjónsdóttir og Gígja Óskarsdóttir heimsóttu einmitt inn í kirkju þar sem að var svona farið yfir þetta með okkur og ég verð að segja bara að ég var bara óbúslega hrifinn af þeirri vinnu sem að var þá í gangi. Almennt sé hef ég ekkert mikla trú á þegar að sveitarfélögin að setja sér einhverjar stefnur í ákveðnum málum því að stefnurnar eitt og sér ekkert nema einhver ætla að vinna eftir þeim. Og ég mætti svona á þennan fund einmitt með það svolítið í huga, þú veist, hvað að fara að gerast. Og ég verð að segja alveg eins og að ég treysti og eftir önnur samtöl þetta mál treysti ég nú bara okkar góða starfsfólki sem að sinna menningarmálum og öðrum sem að koma að þeim hér í bæjarfélaginu bara einstaklega vel fyrir að vinna að þessari stefnu. Ég upplifi það bara að það var einlægur áhugi að kynna sér bara menningarþáttinn sem að kirkjan hefur skapað, þar að segja Landakirkja og ég veit aðrir kristnir aðilar sem að vinna vinna kristinni hér í Vestmannaeyjum og svona þessum menningartengdum þáttum sem að því fylgja. Ég upplifa það bara sannlega mikill áhugi fyrir því og veit að það hefur aðrir hafa upplifað sama sem hafa fengið þær stöllur og aðra í heimsókn til þess að ræða þessi mál og ég bara tel þetta bara einstaklega gott mál og vona bara að þetta verði okkar til framdráttar við að ekki aðeins að viðhalda okkar menningu heldur að það sem að mér hefur fundist vanta töluvert svona sérstaklega því ég horfi til tónlistarinnar það er að efla nýsköpunina þar. Sköpunarhúsið er nú liður í því og er nú komið af stað þó að seint sé en ég vona innilega að
og veit að það mun vera liður í þessu, en vona það að við náum að opna leiðina meðal annars með þessu að við eflum það til framtíðar nýsköpun í þessum málaflokki. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Gísli Stefánsson. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og við göngum til atkvæða að vísa málinu til annarar umræðu. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykki það gjöra svo vel að gefa merki. Og það samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá tekið fyrir 4. mál á dagskrá, kosning í ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmála samþykktar Vestmannaeyjabæjar. Með vísan í B-lið 42. greinar bæjarmála samþykktar gerð tillaga að Valur Smári Hreinsson verði varamaður í framkvæmda og hafnaráði í stað Ragnheiðar Sveinþórsdóttur. Heimisson ætlaði ég nú að segja. Hér þetta staldraði við þessa misritun hér. Í stað sem sagt Ragnheiðar Sveinþórsdóttur sem bæjarstjórn samþykkti sem aðalmann í ráðinu á síðasta fundi sínum. Orðið laust þessa tillögu, það kveður sér engin hljóðs, þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja hana gefi merki. Það samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Með vísan í D-lið 42. greina bæjarmála samþykktar gerð tillaga að skipa eftirtalda aðila í stjórn Herjólfs til 1 árs. Aðalmenn Páll Skeving sem formaður, Rannveig Ísfjörð, Sigurbergur Ármannsson, Helga Kristín Kolbeinsdóttir og Björg Kolbeins. Sagði ég það ekki? Kolbeins. Ekki dóttir. Kolbeins. Og Björgu Þórðardóttur. Varamenn Aníta Óðinsdóttir og Einar Gunnarsson. Orðið laust þessa tillögu. Engin kveður sér hljóðs og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja fyrrgreinda tillögu skipan í stjórn Herjólfs gefur merki. Og það samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá tekið fyrir 5. dagskrármálið sem bæjaráð Vestmannaeyja. Fundur númer 3255 þar sem liður 5.1 liggur fyrir til upplýsinga. Tekið fyrir 7. mál á dagskrá, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 436. Tekið fyrir liður 6.2, reglur smáhýsi, skúra og garðveggi liggur fyrir til staðfestingar. Það sem verið að staðfesta vinnureglur sem samþykktar voru í ráðunum. Orðið laust, engin kveður sér hljóðs. Og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta umræddar vinnureglur gjöra svo vel að gefa merki. Þær eru samþykktar með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 6.1 og 6.3 til 6.6 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tekið fyrir 7. mál á dagskrá. Framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja fundur númer 332 þar sem liðir 7.1 til 7.9 liggja fyrir til upplýsinga. Loksið þá tekið fyrir 8. mál á dagskrá bæjaráð fundur númer 3256. Þennan lið tókum við inn með afbrigðum hér í upphafi fundar, þannig að allir liðir í umræddri fundargerð bæjaráðs eru hér opnir til umræðu, en ég reikna með að liðir 1 og 7 séu tæmdir hér fyrr á fundinum, en fyrir liggur að greiða atkvæði viðauka við fjárhagsáætlun 2026 vegna útlagningar á NSL 4. Nú orðið laust. Engin kveður sér hljóðs og þá greiðum við atkvæði þennan fyrrgreinda viðauka við fjárhagsáætlun. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umræddan viðauka gjöra svo vel að gefa merki. Og hann samþykktur með 9 samhljóða atkvæðum. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað miðvikudaginn 25. mars og fer það fram síðari umræða ársreikning Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025. Þessum fundi slitið.